Góðan daginn, sagði gæinn. Herðu, það góður dagur í dag. Ronja í sólbaði. Allt í lagi, mús. Allt í lagi. Já. Svolítið liggur eitthvað kjánulega. En það hrikalega stór sending að koma fyrir sesi.is. Ég held að þetta séu 13 kassar sem eru komið í hús og ég held að það, eins og maðurinn sagði, halda það saman og veit ekki neitt, en ég held samt að það sé stærsta sending sem við höfum tekið inn. Og ég að spá, ef þið hafið áhuga, bara fyrir ykkur sem að fylgjast með hér, og ég á líka eftir að setja þetta á Snapchatið mitt, en þið strákar, hafið þið áhuga á að ég gef ykkur með strákavörunum 15% afslátt með kóða, og það gildi þá bara á strákavörunum, nærbuxunum, nærbuxunum og aðhaldsvestunum og svona dóti. Ef þið hafa áhuga, kommentið hérna fyrir neðan. Já, ég basically núna bara að bíða eftir því að sendingin komi í hús. Þá þarf ég að fara að rífa upp alla pakka, flokka alla vörur eftir vörunúmerum, undirbúa út að Anita allar að opna verslun á eftir. Þannig að ég ætla að reyna að vera búinn að græja meirihlutana af þessu áður en hún kemur heim úr vinnu. Og já, bara fáum okkur kaffi og höldum áfram að bíða bara. Jæja, þá stóra sendingin komin. God damn, þetta magn. Það sem ég að fara að gera núna, ég að fara að opna kassana, flýta aðeins fyrir. Það planið mitt núna. Svo ætla ég að henda mér í sturtu og svo þeir að fara að ná í börnin í leikskólanum. Byrjum að fá okkur kaffi. Katrín. Og ég heiti Stefán. Og í dag ætlum við að segja ykkur draugasögu. Byrjum á því að fá okkur í kaffibolla, hlustum á draugasögur og opnum þetta. Það verður mjög spennandi. Það svo mikið af nýjum vörum að koma í hús, aðalega fyrir ykkur stelpurnar. Ég spenntur að sjá það. Mjög spenntur að sjá það. Já, hérna. Hörðu, þá var ég eiginlega búinn að flokka hverja einustu vörur. Bara í hvern einasta kassa. Anita rétt á komin, ég búinn að ná í krakkana. Það þetta típiska, þau vilja horfa á eitthvað aðeins í sjónvarpinu. Benjamin rosalega þreyttur. En já, meðan þau eru að horfa á sjónvarpið þá ætla ég aðeins að græja hérna áður en Anita kemur. Ja, herru, klukkan þetta í 7 eða eitthvað. Ég byrjar að elda, Anita og Jórunn eru inn í sessi, græja það. Þannig að það verður basically bara pizza og ostabrauðstangir. Geðvægt, það verður geggjað. Herru, þá erum við búin að græja pizzuna. Hún lítur svona út. Oh my god, þetta brauð, osta, jökki mitt. Setjum við þetta í ofn. Já, þá er þetta tilbúið. Oh my god, hvað þetta lítur vel út. Amen. God damn, hvað þetta lítur vel út. Þetta kvöldmaturinn minn í kvöld. Það er komið nýr dagur. Steinglimd að enda vídeobloggið, þannig ég ætla að enda þetta núna. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið.
Mundu, þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.